Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 15. júní er fyrsti sunnudagur eftir hvítasunnu og þrenningarhátíð. Þema dagsins er hinn þríeini Guð. Í lektíunni er merkileg frásögn af köllunni Jesaja. Í pistlinu stendur: hver getur þekkt huga drottins, eða hver hefur verið ráðgjafi hans. Og í Guðspjallinu kom Nikodémus nótt til Jesú. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þema dagsins er hinn þríeini Guð. Köllun Jesaja er merkileg frásögn en á henni sjáum við að Jesaja er meðvitaður synd sína gagnvart Guði. Og í framhaldi af textalektíunnar sýnir Guð Jesaja að enginn jarðarbúi sé syndlaus. Við erum öll fædd inn í syndugan heim. Syndin hefur áhrif á okkur öll og hefur ekkert að gera með góðmennsku, gjafmildi eða kærleika. Ágústínus kirkjufaðir sem var uppi á 4. öld lýsti þessu réttilega þegar hann sagði að synd væri ekki athöfn heldur afstaða til Guðs. Það er vantrú á Guð. Guð gaf manninum val frá fyrsta degi. Maðurinn féll fyrir syndinni og gat þess vegna ekki verið áfram í ríki Guðs. Það eitt segir okkur að sá sem trúir ekki á Guð getur ekki verið í ríki hans. En Guð gafst ekki upp, hver einasti maður hefur þetta val. Við getum enn valið að komast í ríki Guðs. Heyrum hvað lektían segir en í henni stendur Jesaja í návist Guðs. Jesaja sá drottinn sitja í háu og gnæfandi hásæti. Slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Serafar stóðu fyrir ofan hann, þeir kölluðu hver til annars og sögðu: heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra nötruðu undirstöður þröskuldanna og húsið fylltist af reyk. Þá sagði Jesaja: vei mér, það er úti mig, því að ég er maður með óhreinar varir og bý meðal fólks með óhreinar varir. En samt hafa augu mín séð konunginn, drottinn allsherjar. Þá flaug einn serafanna til hans. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Hann snerti munn Jesaja með kolinu og sagði: þetta hefur snortið varir þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði hann rödd drottins sem sagði: hvern skal ég senda? Hver vill reka erindi vort? Jesaja svaraði: hér er ég, send þú mig. Já, kristin trú er ein gyðistrú, einn Guð og samt spyr Guð: hvern skal ég senda? Hver vill reka erindi vort eða okkar? Hann notar fyrst eintölu en síðan fleirtölu. Kristnir menn viðurkenna þríeinan Guð, Guð sem hefur birst okkur á þrennan hátt. Við viðurkennum að Guð sé almáttugur og geti allt, og sem almáttugur Guð getur hann sem einn Guð haft 3 birtingamyndir. Guð sýndi í samskiptum sínum við Móse að dýrð hans var svo mikil að Móse hefði ekki lifað hana af. Guð hefði þess vegna aldrei geta komið í allri sinni dýrð til jarðar og frelsa okkur. En hann gat komið sem mannsbarn, sem Jesús. Jesú var freistað til að falla fyrir synd heimsins, en hann stóðst þær freistingar. Hann fór aftur til föðurins þegar verki hans var lokið,
en eftir lét okkur heilagan anda. Því engin persóna gæti verið árþúsundir með manninum á jörðinni, en andi Guðs getur það, svo Guð áfram með okkur. Í frásögn Jesaja býður hann sig fram sem þjón og spámann Guðs, og engill Guðs gerir varir hans hreinar. Við erum öll þjónar Guðs en ekki spámenn. Við lærum að kynnast Jesú, reynum að tileinka okkur boðskapinn og lifa kristilegu líferni. En það hægt að læra kenningar án þess að meðtaka eða skilja þær af fullnustu. En það sjáum við á Guðspjallinu sem úr Jóhannesi 3. kafla. Maður hét Nikodémus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann: Rabbi, ég veit að þú ert lærifaðir, kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki, nema hann fæðist að nýju. Nikodémus segir: Hvernig getur maður fæðst þegar hann orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn kemst inn í ríki Guðs, nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem fæðist af manni mannsbarn, en það sem fæðist af anda Guðs Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, þér ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þyt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur eða hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Þá spurði Nikodémus: Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega segi ég þér, við tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en þú tekur ekki á móti vitnisburði mínum. Ef þú trúir ekki þegar ég ræði við þig jarðnesk efni, hvernig skyldir þú þá trúa ef ég ræði við þig þau himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá sem steig niður af himni, mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, í Guðspjallinu kom Nikodémus, lærifaðir í öldungaráði gyðinga, til Jesú í leyni nótt. Hann hafði séð kraftaverkin og viðurkenndi að enginn gæti gert svona tákn nema Guð væri með honum. Jesús fann einlægan vilja hans til að vita sannleikann. Kannski var ætlun Nikodémusar að nýta leiðbeiningar Jesú í kennslu og meðal fræðimannanna, því hann var lærifaðir, leiðbeinandi og kennari í fræðum Gamla testamentisins. Þrátt fyrir alla þekkingu hans á hinum gömlu ritum, þurfti Jesús samt að útskýra fyrir honum hvað boðskapurinn sem Nikodémus sjálfur hafði verið að kenna snerist Guð hafði í gegnum spámennina kallað fólk til að snúa aftur til sín, taka sinnaskiptum. Spámennirnir boðuðu komu frelsara og Jesús var uppfylling þeirra spádóma. Þrátt fyrir að hafa lesið þessi orði í áratugi var Nikodémus ekki viss að ritningin væri að rætast. Það að Jesús væri frelsarinn. Og þar kannski að finna ástæðu þess að hann fór í leyni að hitta Jesú. Allir sem koma til Jesú fá sérsniðin svör við sínum spurningum. Við Nikodémus segir Jesús: Þú kemur til mín til að fræðast, en það sem þú þarft að gera að fæðast að nýju. Með öðrum orðum, þú þarft að verða nýr maður, taka sinnaskiptum, því himnaríki í nánd.
Fyrsta skref trúarinnar er játning. Ég trúi. Hún er endurfæðing til nýs lífs. Endurfæðingin felst ekki í því að leita að sönnunum, heldur að trúa og leita síðan að því sem að styrkir og eflir trúna á lífsleiðinni. Páll skrifaði: maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesú Krist. Fyrir trú erum við réttlát og munum lifa, því fyrirheiti Guðs er bundið við trúna og er gefið af náð. Við sjáum á samtali Jesú og Nikodemesar að hann hafði ekki lesið ritin með hjartanu, heldur bókstaflega, því hann tók orðum Jesú líka bókstaflega. Hvernig gat gamall maður fæðst aftur? Gamla texta sem tala inn í forn samfélög þurfum við að lesa með hjartanu til þess að þeir skiljist og Jesús gaf Nikodemusi þann skilning því Nikodemus fylgdi Jesú áfram. Nikodemus er nefndur tvisvar eftir þetta í Jóhannesarguðspjalli. Hann var á laufskálahátíðinni þar sem farisear og fræðimenn reyndu að finna höggstað á Jesú og vildu handtaka hann. Nikodemus reyndi að koma Jesú til varnar en hann sagði: myndi lögmál okkar dæma mann nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Gyðingar höfðu ekki vald til að dæma menn til dauða og því var Jesús sendur á milli höfðingja Rómverja og dæmdur til dauða af þeim. Eftir dauða hans á krossinum fékk Jósef frá Arimaþeu, sem líka var lærisveinn Jesú á laun af ótta við ráðamenn gyðinga, að taka niður lík Jesú og Nikodemus hafði með sér blöndu af myrru og alóa nær 100 pundum. Þeir tóku líkama Jesú og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtunum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. Já, þema dagsins er hinn þríeini Guð. Guð sem hefur frá upphafi vakað yfir okkur og við höfum fengið að upplifa á þrennan hátt. Hann leiddi þjóð sína í upphafi, sendi soninn til að frelsa okkur og að síðustu sendi hann heilagan anda okkur til leiðbeiningar og uppfræðslu. Því þurfum við að játa eins og Páll skrifaði í pistlinum að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.